Komið sæl og velkomin í hádegisviðtal markaðarins hér á Stöð 2. Vaxtamunur bankana gróf vísbending fákeppni, þetta sagði Þorvaldur Gylfason, prófessor í hagfræði við Háskóla Íslands á fræðslufundi Samtaka fjármálafyrirtækja í gær, en þar var rætt spurninguna hvað vaxtamunur. Ingvi Örn Kristinsson, framkvæmdastjóri verðbréfasviðs Landsbanka Íslands, gestur minn hér í dag. Vertu velkomin. Takk. Ingvi Örn, við förum kannski bara fyrst yfir það vel og vandlega, hvað vaxtamunur? Vaxtamunur nú bara eins og kannski orðið bendir til, það munur inn- og útlánsvaxta. Það náttúrulega nokkrar aðferðir til þess að reikna sem kannski helgast af því að í flestum bönkum eru innlán jafn mikil og útlán. Það að segja beinn munur inn- og útlánsvaxta það sem að snýra að viðskiptavinunum. En bankinn, af því að hann ekki með nægilega mikil innlán til þess að fjármagna öll útlánin, þá þarf hann að fjármagna hluta með einhverju öðru. Og því líka horft á breiðari mælikvarða sem taka inn í kostnaðan af þeim að það annarri fjármagn sem þarf til þess að loka dæminu til þess að fjármagna útlánin. Og algengasti mælikvarðin sem notaður í heiminum í dag einfaldlega að horfa á allar vaxtatekjur banka og öll vaxtagjöld og setja mismunin, þess að hrein vaxtagjöld í hlutfall við niðurstöðu til efnahags, þess að eignirnar sem bankin með í sínu rekstri. Það algengasti mælikvarðinn. En hann segir þá ekki kannski til nákvæmlega hver eru kjör einstakra viðskiptamanna, eins og til dæmis ef maður skiptir þeim í hópa, eins og heimili, fyrirtæki, sveitafélög, lítil fyrirtæki, stór fyrirtæki, þannig að maður ræða heildar mælikvarða. Já. Eitthvað virðist greina á þér og Þorvaldi Gylfasyni sem eins og ég sagði prófessor í Háskóla Íslands. Hann segir að vaxtamunur bankana sé gróf vísbending fákeppni. Þetta náttúrulega maður sem maður myndi halda að myndi vita hvað hann var að segja, en ykkur greinir á í þessum málum. Já, ágreiningunum liggur eiginlega í því að tölurnar sem að Þorvaldur að nota og reyndar tölur sem hafa kannski ekki alveg nákvæmlega sömu tölurnar, það hafa líka dúkkað upp í umræði núna í vor. Annar starfsmaður háskólans sem hafa með líka umfjöllun vaxtamun en vandamálið liggur í því að þeir eru að nota vitlausar tölur. Það er að segja tölurnar sem þeir eru að nota sem vísbendingar meðalvexti inn- og útlána, að þær eru einfaldlega ekki réttar. Þorvaldur hefur tók sína tölur úr gagnagrunni frá Alþjóðabankanum í Washington. Það gömul tímaröð sem hefur verið þar lengi inni, það reyndar hægt að uppfæra hana núna. Þær tölur eru tölur inn- og útlán, ákveðin inn- og útlánsform. Þau inn- og útlánsform eru orðin úreld, það hafa orðið mikla breytingar í inn- og útlánum í bönkunum á undanförnum árum og gefa hreinlega ekki góða vísbending það hverjir eru meðalvextir inn- og útlána. Þetta snýst ekki það að þið gefið ykkur ákveðna forsendur og hann gefið sér ákveðnar? Nei, þetta snýst eiginlega frekar það að tölurnar sem Þorvaldur að nota og reyndar hinn starfsmaður háskólans, Guðmundur Ólafsson, sem tók þátt í þessari umræðu í vor, eru bara ekki góðar vísbendingar meðalvexti á inn- og útlánum í íslenskum bönkum. Vandamálið kannski það að vaxtarófið, það kallað vaxtaróf, þar að segja þetta litróf innláns- og útlánsvaxta sem með. Á Íslandi mjög flókið, það miklu flóknara heldur en í mörgum öðrum löndum. Það stafar að því að það eiginlega arfur svona frá verðbólgu árunum. Við erum með verðtryggð inn- og útlánsform, það óalgengt annars staðar. Það erfitt að reikna vexti og ávöxtun af þeim. Þess að vaxtatölurnar segja ekki allt. Verðtryggð innlánsreikning getur borið 3,5% grunnvexti eins og veist, en svo bætist verðbólga ársins ofan á. Þannig að það hefur ekki verið haldið við á Íslandi samfelldum gögnum meðalvexti inn- og útlána undanfarin áratug. Og það í því liggur vandinn að gögnin sem þeir eru að nota eru hreinlega ekki góður mælikvarði á það hvað að gerast vaxtamuninn. En þeir eru eflaust ekki þeir einu sem að hafa þessa skoðun. Hvers vegna getur þetta ekki verið svona ljósara fyrir fólki og hvers vegna ekki hafa þetta einfaldar og bara svona fasta tölur? Já, það alþjóðastofnanir sem að fylgjast með okkur, meðal annars IMF og OECD ekki síst, að þeir fjalla reglulega í sínu skýrslum þróun vaxtamunar í íslenskum bönkum og þá nota þessa skilgreiningu sem ég sagði frá hérna áðan, þessar hreinar vaxtatekjur hlutfalli við niðurstöðutölu efnahags og þær tölur, til dæmis í nýlegri skýrslu OECD sem kom út held ég bara í fyrra íslenska fjármálamarkaðinn, það var sérstakt tema í umfjöllun OECD í fyrra, að þar rekja þeir hvernig vaxtamunur á Íslandi hefur farið lækkandi á undanförnum árum úr tæplega 5 niður í 2% eins og hann núna. Og þannig að þessi mynd sem að Þorvaldur dregur upp að vaxtamunur á Íslandi hafi verið hækkandi á undanförnum árum og sé
langt út úr kortinu með við vaxtamun í öðrum löndum, að hún allavega það er ekki svo mynd sem að Efnahags- og framfarastofnunin OECD hefur af Íslandi eða starfsmenn IMF þegar þeir hafa komið hingað í sínar úttektir. En ef við berum okkur saman við Norðurlöndin sem við gerum jafnan, þá erum við, vaxtamunurinn er meiri hér heldur en til dæmis í Svíþjóð? Já, hann hefur verið, hann er ívið meiri vaxtamunurinn hér, en þó, og það er alveg rétt sem Þorvaldur segir að bendir á að vaxtamunur á Íslandi var mjög hár. Til dæmis bara fyrir 20 árum að þá var Ísland nánast algjörlega út úr kortinu hvað vaxtamun varðar. Hann var hér á bilinu kannski í kringu 6 þegar hann var 3-4 annar staðar. En á undanförnum árum að þá hefur bæði náttúrulega einkavæðingin í fjármálakerfinu, opnun fjármagnsmarkaða, samkeppni við útlönd hefur gert að verkum að vaxtamunurinn hefur farið lækkandi hér og er komið niður á svona svipað ról, þó við séum kannski efri kantinum eða við önnur lönd, en í flestum OECD-löndunum stóru þar er vaxtamunurinn núna svona bilun 1-2% og við erum svona, vaxtamunurinn hér er núna komin í svona 1,9, þannig við erum í efri kantinum en samt ekki kannski algjörlega út úr kortinu eins og við vorum áður. Já, þannig að þú segir að þetta sé alrangt hjá honum að eftir einkavæðingu bankana, hann segir einmitt að vaxtamunur hefði aukist hér á landi eftir einkavæðingu bankana, þú segir að þetta sé rangt. Já, tölurnar staðfesta það alls ekki. Við höfum gert ég hef gert af því að það er nú svona, af því eins og ég sagði áðan, þessar tölur hreinar vaxtatekjur í hlutfalli við niðurstöðu til efnahags, að það er náttúrulega, það er heildarmælikvarði. Þannig að ég hafði áhuga á því að skoða hvernig þetta liti til þess útgátt heimilum, af því að það er náttúrulega í undanfarin ár, þá hefur náttúrulega erlend lánastarfsemi bankana aukist mikið og það er náttúrulega gæti verið skýring að á lækkun vaxtamunarins í heild, að hlutdeild þeirra viðskipta hafi aukist til dæmis. Þannig ég tók út og notaði gögn frá Seðlabankanum flokkun innlána og útlána og upplýsingar vexti bankana og reiknaði meðalvextina fyrir 2 ár, þess að 2003 sem er einkavæðinga árið. Þetta er einhverlega spannst mitt út úr þessum pælingum Þorvaldar og eins hvernig staðan var í árslok 2006 og þá fæ ég út að vaxtamunur heimila sem að var 5% á árunum 2003 hefur lækkað niður í 3,5% á árunum 2006. Það er auðvitað vaxtamunur sem er hærri heldur en meðalvaxtamunurinn. Ég átti reyndar von á því að vaxtamunur í viðskiptum við heimili er yfirleitt hærri heldur en vaxtamunur í viðskiptum við fyrirtæki og það helgast einfallega því að viðskipti við heimilin eru smásölu viðskipti, þau eru tíðar, þau eru smærri, þannig og fyrirtækin ljóta þess að þau eru kannski að taka lán upp á nokkur hundruð milljónir í einu en einstaklingarnir kannski upp á nokkra milljónir í einu, þannig að snýst bara góðan kunnahóp og já, það snýst það. Þannig að þessar tölur allavega benda ekki til þess að heimilin hafi ekki notið þessara lækkunar vaxtamunar sem hefur verið undanfarin ár í kjölfar einkavæðingarinnar. Þetta er þvert á móti. Já, finnst þér umræðan bankana vera ósanngjörn? Fólk náttúrulega það er að sligast undir háum vöxtum og það er náttúrulega bara staðreynd. Finnst þér umræðan og þess vegna einmitt menn sjá þennan ofurhagnað hjá bönkunum og fólki finnst bankarnir ekki kannski koma nógu vel til móts við það, sérstaklega út af þessum rosalegum hagnaði. Finnst þér umræðan ósanngjörn? Já, það er náttúrulega það er alltaf gagnlegt í allri umræðu að nota rétt gögn. Það er kannski alltaf jákvætt og nú er ég alls ekkert að ásaka þessar starfsmenn háskólan sem að gera þetta vísvitandi. Þeir hafa væntanlega ekki skoðað nægilega vel þessar upplýsingar sem þeir hafa úr þessum gagnabönkum til að átta sig á því að þær væru ekki góðu mælikvarði. En vaxtamunurinn í viðskiptum við heimili hefur klárlega lækkað eins og ég var að greina frá á undanförnum árum. Vaxtamunur í viðskiptum við fyrirtæki hann hefur líka lækkað. Heildarvaxtamunurinn hefur lækkað. Og er núna bæði vaxtamunurinn með þau gögn sem ég hef tiltæk að vaxtamunurinn í viðskiptum við heimili og fyrirtæki að hann virðist vera bara á líku róli eins og á Norðurlöndunum, kannski hærri í kantinum en Íslandi er lítið land og það er dýrt að reka dreift bankakerfi á Íslandi. Hlutdeild í hagnaði hvort að vaxtamunurinn hefði átt að lækka ennþá meira, þú ert eiginlega að spyrja því. Það er erfitt að svara því. Það er umlega enginn sem tekur ákvörðun hver vaxtamunurinn á að vera. Hann mótast bara í samkeppninni á markaðnum. Það er engin einstök ákvörðun sem leiðir til þess að vaxtamunurinn í viðskipti við heimili verið 3,5% á árinu 2006. Þetta er einhverjar milljón ákvarðanir sem eru teknar þegar að kúnnar eru flokkaðir inn í þrep á innlánsreikningum eða útlánsreikningum. Þannig að það er samkeppni sem ræðir því. Já, með þeim orðum verðum að ljúka þessu tíminu flóðum frá okkur. Ingvar, takk kærlega fyrir komuna.
Hádegisviðtölinu þá lokið í dag og það verður að sjálfsögðu á sínustað hér á morgun. Verið þið sæl.